Fram til sigurs jafnaðarmenn fyrir réttlæti og jöfnuð í íslensku samfélagi. Ég segi þessum landsfundi slitið. Nú þegar prófkjörum lokið komin nokkuð skýr mynd af því hverjir sitja á Alþingi eftir kosningar. Einhver endurnýjun verður en margir spyrja hvort ekki þurfi eitthvað mikið meira en kosningar til að breytingar eigi sér stað á Íslandi. Við erum að fara að hitta Vilhjálm Árnason, heimspeking og prófessor hér við Háskóla Íslands. Við ætlum að ræða við hann kosningarnar, endurnýjun á Alþingi og hvort alþingismenn þurfa að setja sér siðareglur. Vilhjálmur segir að íslensk stjórnmál hafi lengi liðið fyrir valdhroka og skort á auðmýkt gagnvart þjóðinni og gagnvart lýðræðinu. Það sé ágætt að kjósa núna en fyrst og fremst þyrfti að eiga sér stað breytingar á stjórnmálamenningu og hugsunarhætti stjórnmálamanna. Og þá meina ég hugsunarhætti rauninni stjórnvalda til dæmis gagnvart kjósendum. Ég myndi kalla það að þyrfti miklu ríkari skilning á því hvers eðlis stjórnmálastarfið að það sé þjónusta við almannahag, þjónusta við almenning, það er miklu meira auðmýkt í stjórnmálin og kannski sú svona ríkjandi sýn sem hefur verið á stjórnmálin að þetta sé einhvers konar svona valdatækni þar sem og baráttum völd og áhrif sem stjórnmáli auðvitað óhjákvæmilega eru. En það hefur skort svona siðferðilega sýn á stjórnmálin þar sem að þungamiðjan í því náttúrulega þessi þjónustu hugmynd, þjónusta við almenning og að gæta hagsmuna okkar. Ragnheiður Ólafsdóttir varaþingmaður Frjálslyndaflokksins í Norðvesturkjördæmi setti í febrúar ofan í við þingheim fyrir skotgrafahernað, karp, frammíköll og málþóf. En almenningur sem heima situr og horfir agndofa á slíkar umræður og bíður í ofvæni eftir að Alþingi segi eitthvað og geri eitthvað til að hjálpa heimilum og fyrirtækjum þessa lands, hann bíður. En almenningur á þá augljóslega að bíða og bíta í skjaldarendur. Og ég bið ykkur þingmenn að hafa aðgátt í nærveru sálar, sýni þingi og þjóð þá virðingu að láta karpið bíða til kosningabaráttunnar. En eitt sem ég held að hafi verið ábótavant hér og hefur verið ástundum betur oft í nágrannalöndum okkar er það einmitt hvernig frumvörp og þingmál eru undirbúin. Hér virðist vera mjög ríkt í okkur að vinna tiltölulega skjótt, við reykjum okkur ofta því, við tökum fljótar ákvarðanir og stjórnmálamenn hafa verið með uppteknir af því þeir hafa verið kosnir til ákveðins tíma og þeim hafa verið falið að taka ákvarðanir rauninni í krafti valdsins og meira segja hefur þingið þá rauninni afsalað sér þessu meira og minna til ráðherranna og síðan munu stjórnmálamennirnir bara taka dóm kjósenda í kosningum. Þetta hefur verið mjög áberandi fyrst mér í umræðinu svona ábyrgð stjórnmálamanna eins takmörkuð eins og hún hefur verið. Þetta hefur á kostnað þess að sem stundum er kennt við samræðu stjórnmál sem við fengið því miður á sig óorð hér að bara leita meira samráðs, leyfa fólki, hagsmunaaðilum og þá sem að mál varða koma mun fyrr að frumvörpum. Þetta er auðvitað svona lýðræðisleg hugsun. Það má segja þessi ákveðin en mjög þröng lýðræðisleg hugsun að segja þingmenn voru kosnir, þeir taka ákvarðanir og síðan eiga kjósendur að geta dregið þá til ábyrgðar í kosningu. Það út af þessi lýðræðisleg hugsun hún er ákveðlega þröng. Þingmenn virðast auðvitað, þeir hafa stundum verið kallaðir skylmingaþrælar nútímans sem koma svona fram á sviðið fyrir augliti fjöldans og eru svona að skora stig og þetta er mjög skiljanlegt að mörgu leyti í ljósi okkar hefðar. Okkar menning er mjög rík af svona deilumenning og við horfum bara á Morfís-keppnina, hún er svona, og orðræðin í Íslendingasögunum er oft svona líka, hún er djúpstætt í okkar menningu held ég að takast á og í rauninni að neita þess þegar einhver liggur vel með höggi. Vilhjálmur segir að þessi kappræðumenning, þrætubókarlist, hafi orðið til þess að mál hafi ekki fengið faglega umræðu á Alþingi og dæmir að mál hafi farið illa. Ég held náttúrulega að þess að fara í neina smáatriði því enda þekki þau ekki þá virðist manni svona fjölmiðlamáli vera ákveðlega skýrt dæmi mál sem er bara
mikilvægt mál sem held ég að allir hafi frá upphafi verið sammála að þyrfti að taka á, en var síðan haldið á með þeim hætti að því var gersamlega klúðrað. Og bæði sem sé hvernig máli var í stakk búið, hvernig málatilbúnaður var, efnisleg framsetning á lagafrumvarpinu, og svo ekki síður sem sé samráðsleysið, hvernig keyrt var á hlutina og þurfti að gerast svo fljótt og við vitum öll hvernig fór. Og svo þegar náttúrulega forsetinn í fyrsta skipti á lýðveldistímanum vill skjóta úrskurðinn til þjóðarinnar, að þá var það ekki liðið. Að staðfesta ekki lagafrumvarp breytingu á útvarpslögum og samkeppnislögum. Annað mál sem Vilhjálmur telur að hafi farið illa vegna þess hvernig mál eru rædd á Alþingi frumvarp gagnagrunn á heilbrigðissviði sem var mikið fjallað í fjölmiðlum. En svo umræða var einmitt í anda kappræðunar, hún var svona, tókust á andstæðsjónarmið en menn ræddu þetta ekki mikið á svona málefnalegum upplýsandi nótum, enda þó að þjóðin hefði náttúrulega mjög sterkar skoðanir á þessu máli og voru 86% eitthvað svoleiðis fylgjandi því að þessi gagnagrunni kæmist á, þá sögðust 13% vera illa upplýst það. Og sjónarmið sérfræðinga voru held ég mjög illa hlustað á þau, og það var jafnvel sagt að þá kom fram þetta sjónarmið, þingmenn eiga að taka afstöðu, það er ekki sérfræðinga utan úr bæ að vera að hafa áhrif á svona mál. Þarna kom svona sú hugsun fram. Og ég held að íslensk stjórnmál hafa liðið fyrir það lengi, þennan valdhroka í rauninni, þennan skort á auðmýkt bæði gagnvart þjóðinni og þar með gagnvart lýðræðinu. Það hefur verið, það finnst mér hafa verið stærsta vandkvæði í íslenska stjórnmál. Samspil margra og flókinna þátta var til þess að íslenskt fjármálakerfi féll, segir Vilhjálmur. Stjórnmálamenningin eigi þar hlutað máli, þar að segja hvernig samspil á milli framkvæmdavaldsins, löggjafarvaldsins, dómsvaldsins og fjórðavaldsins. Mér þykir ólíklegt annað en að það hefði verið, það sé hluti af skýringun á því sem gerðist að til dæmis að aðhald fjölmiðla hafi alls ekki verið nægilegt. Þeir eru faglega veikburða og fjárhagslega. Stjórnsýslan hér er veik, meðal annars vegna pólitískra embættisveitinga í stjórnkerfinu og löggjafarsamkundan er veik og kannski gagnvart framkvæmdavaldinu. Og þetta getur svona slæft eftirlitshugsun á öllum þessum sviðum og þannig að það sé líklega að menn sofi á verðinum. Vilhjálmur segir að fjölmiðlarnir skipti gríðarlega miklu máli. Það er einn djúpstæðasti vandi íslensks lýðræðissamfélags eru fjölmiðlarnir, að mínu viti. Og það er kannski ósköp skiljanlegt mörguleyti í fámennu landi þar sem að fjölmiðlar eru sjálfkrafa fremur fjárhagslega veikburða og því að það tekur einfaldlega mikinn tíma og mannafla að leggjast ofan í mál sem er oft flókin og því að það er auðvitað einkenni þessa veruleika sem við lifum í að margar þeirra ákvarðanir sem teknar eru krefja svona ákveðna sérfræði þekkingar og því miður leiði það átti þess að svona á vettvangi stjórnmálana verður til þess að ákvarðanir verða ógagnsærri vegna þess að þetta verður kannski svona tæknileg úrlausnarefni sem að almenningu ber ekki skynbragð á. En þá þarf einmitt ákveðna sérþekkingu inn í fjölmiðlum og leggjast ofan í mál sem getur tekið langan tíma og er fjárfrekt til þess að blaðamenn geti sem sé skrifað greinar, upplýsandi greinar sem að gera almenningi kleift að setja sig inn í þessi mál. Og frá sjónarmiði lýðræðis eins og ég sé það, ef við berum saman opið dagblað eins og Morgunblaðið sem er opið fyrir innsendum greinum í tugavís í hverju viku, það er ákveðið lýðræðislegt einkenni. En í samanburði, ef við tökum annan kost, að þar væru
mjög öflug og fagleg vönduð fjölmiðlun sem að listi upp þau helstu mál sem við þurfum að taka ákvörðun þá þetta seinna miklu mikilvægara frá sjónarmiði lýðræðis eins og ég sé það. Kannski þyrfti ríkið bara skipulega að styrkja fjölmiðla alveg sama hvaðan þeir koma að öðru leyti í því skyni að það sé hægt að setja fjölmiðlamenn í að vinna þau mál, sérstaklega þessi svona stóru mál sem stundum komu upp og ég veit að fjölmiðlar eru oft með ágæta viðleitni í þessu skyni. Skiptir þetta miklu máli upp á það að verði breyting í framtíðinni, sem sagt að við lærum af þessu sem gerðist, Íslendingar? Finnst þið skipta miklu máli að fjölmiðlarnir styrkist? Algjörlega, bæði til þess að læra því sem gerðist og ekki síður til að fyrirbyggja að svona komi fyrir aftur. Margvísleg gagnrýni hefur borist utan úr heimi á það sem gerðist á Íslandi. Vilhjálmur segir að það hafi verið lærdómsríkt að fylgjast með hvernig brugðist var við þeirri gagnrýni. Well, maybe I should have. Bæði af hálfu stjórnmálamanna, íslenska fjölmiðla. Hvers vegna lögðust ekki íslenski fjölmiðlar í sjálfstæðari og öflugri rannsókn á þessari gagnrýni sem að sett var fram. Ertu bjartsýnn á að það verði breytingar, eins og ég segi, við ætlum að kjósa upp á nýtt fólk, ný andlit, endurnýjun, miðað við það sem þú ert búin að vera að segja? Hvað heldur þú að gerist? Vinir mínir í sagnfræðinni segja að ef maður er að draga lærdóm af sögunni þá er miklu líklegra að gerist sára lítið og það þarf ekki verið sérstök svartsýni en ég er svona hóflega bjartsýnn að við ætlum að setja nýtt stjórnlagaþing, við ætlum að hugsa þessa grunninnviði okkar stjórnskipulags. Við erum öll full af góðum fyrirheitum að bæta okkur hvarvetna í samfélaginu og við skulum vona að það endist. Það náttúrulega ekki hægt annað en að vera svona frekar svartsýnn á stjórnmál. Bara með annars vegna þess hvað stjórnmál eru, þessi nálægð við valdið og viðleitni til þess að viðhalda eigin veru í valdastólum og hilma yfir ef eitthvað fer úrskeiðis hjá manni. Þetta er allt saman mjög skiljanlegt og þess vegna þurfum við þetta bæði auðvitað vonast til ákveðinar hugarfarsbreytingar og svona efla þessa siðferðilegu sýn á stjórnmálin og hins vegar bara þetta ytra aðhald. Það er bæði innra og ytra aðhald. Ég held að stjórnmálamenn geta erft innra aðhald með til dæmis að setja sér siðareglur. Það er eitt sem að menn gera í svona fagstéttum. Menn setja sér siðareglur og þá er það eitthvað sem er ekki sett á þá utanfrá heldur kemur hópurinn sér saman sjálfur að lýsa því yfir til almennings. Þetta eru þær viðmiðanir sem við viljum vinna eftir og við bjóðum ykkur að dæma okkur eftir. Og finnst þér núna að stjórnmálamenn eigi að setja sér siðareglur? Já, ég held að það væri mjög vel til fundið. En það væri mjög, held ég, slæm leið að það væri bara sett til dæmis í forsætisráðuneytið og síðan lagt yfir þingheim. Ég held að stjórnmálamenn ættu sjálfur að setja á ákveðnum rökstólum og semja þessar siðareglur þannig að þeir sjáu sig, nýtt þing ætti að gera það, þannig að menn sjáu þetta sem sína eigin yfirlýsingu sem þeir samsama sig við og byggjum að vera metnir eftir. Það er svona ákveðið þessi sjálfræðis hugsun siðferðisins. Það er ekki eitthvað ytra reglukerfi sem á þig er lagt af öðrum, heldur eitthvað sem þú sjálfur af skynsemiðinni fellst á og lítur á sem þitt. Gæti það verið einhvers konar leitt til þess að það verði einhver hugarfarsbreyting eða svona breyting á menningu ef að þeir gerðu það? Er þetta ein leið? Þetta er ein leið, en þá legg ég áherslu á það. Það er mjög oft talað siðareglur. Þá er hlutunum snúið við. Þá er hort á niðurstöðun og sagt þá höfum við reglur sem hægt er að kæra menn út frá ef að þeir gerast brotlegir og þá er þetta enn eitt vopnið í valdabaráttunni innan stjórnmálana.
það sem ég að tala með ferlið. Það að segja það að menn setjist niður, ræði það sín á milli og komist að einhverjum rökstundum, hugsuðum, niðurstöðum það, hvað siðferði innan stjórnmálanna, hvað skiptir máli, hver ábyrgð mín sem stjórnmálamanns, það eitt sem hefur verið verulega ábótavant að því okkur virðist, það þessi hugsun stjórnmálamann ábyrgð. Þannig að ég held bara að fara í gegnum þetta ferli, fara í gegnum þessa hugsun, það gæti verið mjög gagnlegt. Ég væri þess vegna til í að láta bara niðurstöðuna út af borðinu, sko. Skilur, þetta er ákveðin bara, sem sé, ákveðin skóli sem menn fari í gegnum og hefur ákveðin svona þroskandi eða uppeldisáhrif fremur en annað og ég held að það getur verið einn liður í því, já.